Hingað kominn Þór Sigfússon, hann nýkjörinn formaður Samtaka atvinnulífsins, auk þess að vera framkvæmdastjóri eða forstjóri hjá Sjóvá almennum. Þú reyndar farið víða, þú hefur nú pælt mikið í viðskiptalífinu veit í gegnum tíðina og skrifað 2 bækur og verið hagfræðingur hjá Norræna fjárfestingarbankanum. Við vorum búin að vera að tala Evrópu og evruna mikið í þessum þætti og ég bara spyr svona sem nýr formaður þessa samtaka, hver þín sýn á það? Ég held að við séum náttúrulega fyrsta verkefni okkar núna að í sjálfu sér að bjarga krónunni. Það svona í umrótinu núna þurfum við að vinna í því. Til lengri tíma litið þá erum við að horfa upp á það í viðskiptalífinu að það eiginlega kemur betur fram að við þurfum að fylgja alþjóðlegum reglum og það orðið flókið að vera með íslensku krónunni því. Við höfum verið að taka þessi alþjóðlegu skref eins og allir gerum allan heim á því að kaupa fyrirtæki erlendis, setja útibú. Nú var komið að þessum flóknari eignatengslum þar sem menn áttu að kaupa í okkur og við í þeim og svo framvegis. Þar strandar það hluta til á því að menn hafi ekki trú á krónunni, útlendingar. Og það akkillesarhælli núna þegar við ætlum að klára kannski þessa alþjóðavæðingu okkar. En erum við þá að horfa upp á það að við tökum upp evru sem gjaldmiðil? Ég hugsa við til lengri tíma litið þá verði krónan ekki við lýði hér. Ég eiginlega sannfærður það. Já. Og við munum taka upp gjaldmiðil og þá liggur beinast við að taka upp evruna þegar þar að kemur. Já. Erum við þá að tala aðild að Evrópusambandinu? Mér finnst eðlilegt að það komið fram hjá viðskiptaráði til að mynda að það verður ekki gert einhliða að taka upp evruna. Þannig að við þurfum núna, og það auðvitað samtökin búin að ræðum, að þau muni taka svona ákveðna forystu í þessari umræðu og skoða ennþá betur kosti og galla, gera það meiri krafti en áður. Einstök samtök hjá okkur eru að skoða þetta núna. Ég hef trú á því að við séum að bretta upp ermar og klára þessu umræðu að minnsta kosti. Og heldur að það eldi með því að þið verði fylgjandi Evrópu? Já, það eru ýmis hagsmunamál sem við þurfum að ræða. Já, það er enda sko, eru náttúrulega innan þessara samtaka það sjávarútvegurinn það náttúrulega líka sem hefur kannski ákveðna skoðun á þessu máli aðra skoðun en til dæmis fjármálalífið eða iðnaðurinn. Það er náttúrulega augljóslega eitthvað sem Þetta er bara eins og þjóðfélagið, það er í tvennulega í þessu og þannig að mjög gagnlegt og það er akkurat það sem við ætlum að gera. Það er bara þessu umræða þarf að fara fram. Eitt af því sem var nú rætt á þessu þingi sem þið hélduð, glæsilega þingi hérna á föstudaginn, það var mannauðsekla á Íslandi. Er eitthvað hætt á því að við verðum uppiskroppa með mannauð af okkur vanti starfsfólk, okkur vanti mentastarfsfólk? Það er klárlega það sem mun gerast ef að kemst svona jafnvægi á þetta aftur, þegar það kemst aftur jafnvægi. Þá er ljóst að ef við ætlum að byggja hérna upp þekkingarsamfélag og halda í þessi fyrirtæki okkar, öflug útrásarfyrirtæki á ýmsum sviðum, þá krefjast þau þess að hér í landinu sé til mjög víðtæk þekking. Og öðruvísi gerist ekki. Og einmitt það sem við heyrðum fyrir 2-3 árum síðan frá stóru fyrirtækjunum sem eru hátæknifyrirtækjun og fleiri, þá var þetta orðið vandamál þá þegar. Háskólarnir hafa reyndar tekið sér til og að gera mjög fína hluti. Menntun að aukast hér heima. En við eigum að horfa til Finna í þessu til að mynda. Þeir hafa miklu öflugar en við verið beinlínis að leita menntafólki utan landsins og fengið þetta inn velmennta fólk frá Austur-Evrópu, þjálfað upp og gert þá að fullgildum þegnum í landinu. Þannig við erum að tala að reyna að laða hingað menntafólk. Já, ég algjörlega á því að við eigum að endanum í staðinn fyrir þessa útlendingastofnun, þá eigum að vera með svona ráðningarstofu. Það sé mikið mál fyrir okkur að hugsa þannig. Að við eigum að snúa þessu dálítið við. Próaktíft að leita að fólki til að koma til landsins og til þess að efla fyrirtækjun okkar og efla fjölbreytni, samkeppni og svo framvegis. En ekki dálítið vandamál að fólki á Íslandi fer út og kemur ekki heim eins og til dæmis í raunvísindamenn svolítið? Ég nefnilega það er svo merkilegt að við erum oft spurður að því úti hvernig standa á því að fólki okkar kemur allt aftur. Við vitum ekki takk hverju það vegna þess að þessi vandamál eru Færeyingarnir bjuggu við þetta lengi, fólk fór og kom ekki aftur, það hefur ekki verið mikið vandamál í okkur. Einhverju hluta vegna kemur fólkið aftur og merkilegst eru þetta jafnvel fyrirtækjamennirnir sem einhverju hluta vegna taka þá ákvörðun að flytja aftur til Íslands. Hún að búa í stórborgum og þá kann vel að vera ástæðan sé einföld. Hún kannski svo að þeim finnst ekki börnin sín örugg í stórmarkaði stórborgar. Það þarf ekki annað til oft. Þú hefur verið áhugamaður samgöngur gegnum þitt starf hjá Sjóvá almennum. Þú hefur verið að tala fyrir samgönguframkvæmdum sem yrðu í einkaframkvæmd og einkaútboði. Einhvern veginn hefur þetta ekki verið að ná alveg sérstaklega vel í gegn. Og ég held nú að það er mikil einhvern veginn
tregða hér og ótti við allt sem heitir einkarekstur og einkavæðing. Já, ég held að mörgum sé það hárrétt. Leið finnst mér samgönguráðherra vera að taka núna í spottana, þannig að það að gerast ýmsir hlutir. En þetta gerist óskaplega hægt og ég held þetta sé, þrátt fyrir að hjá ríkinu ólíkt mörgum öðrum ríkjum, þá sé að það mikið af góðu fólki að vinna hjá ríkinu. Það dýnamík í þessu og svo framvegis, þá einhver tregða í þessu. Og það kemur vel í ljós í þessu. Að maður skuli vera búin í 2-3 ára að tala fyrir því að fyrirtæki vilji koma þessu með beinum hætti á samkeppnisgrundvelli vegna þess að við getum sparað í umtalsverða fjármuni. Það finnst mér allt of lengi í litlu landi. Og þið hafi verið beinast að bjóðast til þess að leggja vegi. Já. Og við teljum bara að þetta sé, við höfum sýnt fram á að við getum sparað 300 milljónir ári eða kemst í lag bara þessi vegur. Já. Og það vegurinn sem þið eru... Suðurlandsvegur höfum við verið að skoða sérstaklega og þá segi ég bara af hverju ekki að drífa í þessu. Og það er samt einhver tregða vegna svo ég veit ekki hvað hún kemur. Það enda með því á tímabili var ég orðinn einhver svona, ekki endilega á vegagerðinni, ég var samt orðinn einhver svona svarinn óvinnur vegagerðarinnar. Og maður lendir stundum í því, það var ekki frá vegagerðinni endilega. Það var einhvern veginn þannig að ef maður voga sér inn á einhver svið, þá er eins og maður sé að stela einhverjum bitum frá opinberum stofnunum. Ég hef trú á því að Íslandi geti myndast samkeppni á þessu sviði eins og ýmsum öðrum, þar sem ekki er samkeppni núna. Menn eru líka mjög hræddir við einkarekstur í heilbrigðiskerfinu. Það er önnur umræða sem menn virðast vera mjög feimnir við að taka hérna. En þetta er búið að ganga svona eiginlega alla tíð. Þó ég sé nú ekki gaman, þá er maður búin að fylgja því að við vorum nú að ræða á sínum tíma hvað væri alvarlegt að selja prentsmiðju, ríkisprentsmiðju, ferðaskrifstofa ríkisins, þetta þóttu allt skirr, þetta þóttu allt verkefni sem að ógnaði lýðræði eða einhvern hátt var alls ekki ástæða til þess að breyta. Þannig að við erum bara í þessum fasa að það er alltaf erfitt að koma hugmyndum á framfæri. Það er alltaf svona einhver ótti við það. Ég lýsti reyndar á þinginu þannig að á sínum tíma þegar bifreiðaeftirlitið var og hét og bíll var að koma fyrst með stefnuljós til Íslands í upphafi síðustu aldar. Það var ákveðið að banna það. Þetta þóttu framandi. Það er sami í rauninni við þetta. Þetta er bara nýjar hugmyndir sem þurfa tíma. Það eina sem við verðum að skilja er að við megum vera alltaf óþriffull. Ég er ekki tilbúin að bíða í áratug eða 2 eftir því að svona einfaldar hugmynd komist í framkvæmd. Mér finnst sjálfsagt að þetta verið að nota í öllum Skandinavíuríkjum, til að mynda við vegina. Þetta eru jafnaðarmannastjórnir, þetta er yfir pólitík hafið. Á fleiri sviðum þarf að hugsa þetta svoleiðis. Svíar hafa til dæmis farið út í mikinn einkarekstur í heilbrigðiskerfinu. Alveg rétt. Þið hafi verið í Samtök atvinnulífsins, framkvæmdastjórinn ykkar hefur verið í hálfgerðri rimmu við Seðlabankann út af vöxtunum. Nú er búið að hækka vexti held ég, allir ekki búið að hækka á 25 sinnum í röð eða eitthvað svoleiðis. Ertu sammála honum það að peningamálastefna Seðlabankans sé röng? Ég held, í fyrsta lagi er þetta verkefni Seðlabankans að hafa hömlur á verðbólgunni og Seðlabankinn hefur ekki önnur merkileg tæki en þetta, þannig sjálfur sér er þetta það sem þeir hafa átt að gera. Það er alveg ljóst að það er komin einhver vítaringur í þetta. Það er verið að hækka þess að þetta hafi þau áhrif og menn hljóta að fara að segja að þetta hefur slævandi áhrif á íslenskt atvinnulíf og það þarf að vera beitt einhverjum öðrum aðferðum eða slaka verðbólgun út. Já, ég menn það hlýtur að vera mjög erfitt ástand fyrir atvinnulífið. Það er bara engin aðgangur á lánsfé. Nei, þetta var náttúrulega ekkert vandamál hjá okkur með stýrivextina þegar við sóttum í erlent lánsfé og ekki heldur fyrir íbúðarbyggindur og hverja sem var. Þá gat Seðlabankinn ekkert stjórna því. En nú er því öðruvísi farið. Já. Auglýst þú eftir aðgerðum stjórnvalda eins og margir aðrir? Ég var geysilega ánægður með þá. Ég var reyndar ánægðastur með það líklega þegar ég tók við átta með því hvað þessar stofnanir á vinnumarkaði eru nútímavæddar í dag. Að það skuli koma frá launþegahreyfingunni ákall til okkar og ríkisvaldsins einhvers konar þjóðarsátt. Þetta er auðvitað það sem ekki er að gerast í öllum löndum og sýnir að þetta eru orðnar ábyrgar stofnanir. Það finnst mér gott, það er nútímalegt. Launþegahreyfingin kallar á ykkur og þið kallar á ríkisvaldið. Nákvæmlega. En ert þú að bíða eftir aðgerðum ríkisvaldis? Ég held að bíða eftir svona samræmdum aðgerðum. Þessir forystu sem að mér finnst allt í lagi að vera meira afgerandi til þess að taka þessi mál upp. En það er verið að gera margt. Hvaða aðgerðir erum við að tala um? Eigum við að leggjast í meiri iðnvæðingu? Halldór Blöndal talar það í Mogganum í morgun og eigum við að rusla upp 2 álverum og svo framvegis, eða hvaða aðgerðir myndirðu vilja sjá? Í umrótinu núna? Já. Ég held í fyrsta lagi að þurfa að róa dálítið mannskapinn. Það þarf að halda fram við tölum reyndar það. Það þarf að taka meira afgerandi á því að
ræða við þessar stofnanir erlendis, matsfyrirtækin erlendis. Ég vildi sjá, reyndar hefur forsætisráðherra tekið á því að það sé beinlínis verið að ræða við þau. Við vitum hversu mikilvæg þau eru í þessum leik núna og þannig að það sé partur af því að við sjáum með afgerandi hætti forystu þaðan og svo er þetta mikilvægt að aðilar vinnumarkaðarins núna ræði saman varðandi verðbólguna og hvernig því að komast í gegnum þetta umrót núna. Á þess að kjarasamningarnir falli? Já, akkurat. Já. Og svo það náttúrulega einhvern veginn að ná genginu niður. Já, það er verkefnið, þetta stóra verkefnið. Já. Þór, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna í þáttinn. Þetta er búið hjá okkur í dag og við sjáumst hér aftur að viku liðinni ef Guð leyfir.